pólitíkin. Hún er skrítin sessunautur stundum og þinn áður nánasti samstarfsmaður í ríkisstjórninni, Sigmundur Davíð, hann hraktist burt og Framsókn á í forystu vandamálum. Hann sagði það Sigurður Ingi sjálfur, eðlilega, og þeir sennilega muni halda flokksþing og ákveða þá hvað gerist. Var trúnaðarbrestur milli ykkar Sigmundar? Maður hefur ekkert heyrt eiginlega af honum að hann sé niðri í þingi, eða hann er formaður flokksins þó hann sé ekki forsætisráðherra og sem sagt samstarfsaðili þinn, það er ykkar flokkar sem að starfa saman í ríkisstjórninni. En var brestur milli ykkar? Ég held að eins og atburðarásin þróast þá sé nú varla hægt að segja það. Þetta gerðist eins og atburðarásin varð. Þetta gerðist í raun og veru allt saman á örfáum sólarhringum og mjög mikið á einum sólarhring. Og mér þykir vænt þá vináttu sem að myndaðist á milli okkar Sigmundar, en það leiðir af eðli máls þegar að Framsóknarflokkurinn teflir fram nýjum forystumanni í ríkisstjórnarsamstarfinu, að þá eru samskipti við hann upp frá því. En Sigmundur ekki horfinn á sjónarsviðinu, hann enn á þingi og hann hefur talað þannig að hann vilji koma aftur. Er samráð á milli ykkar? Við erum ekki að ræða saman, ég og Sigmundur. Ég á mín samskipti við Sigurð Inga eins og er núna og áður átti ég við Sigmund. En ég þekki það af eigin raun að þetta er dálítið vond staða fyrir flokkinn að það sé vera að ræða forystuna. Það þekki ég vel sjálfur og ég gerði í því á þeim tíma að bara fá mitt umboð þá endurnýjað. Þeir eru að ræða það hjá sér hvernig þeir ætla að hafa þetta og auðvitað það bara verður að hafa sinn gang. Ég hef alveg skilning á því. Það er ekkert að trufla mig í okkar stjórnarsamstarfi. En talið því saman um svo kvöldið, símtöl og Við Sigmundur? Já. Nei, við erum ekki að því. Þeir eru ekki samband milli ykkar? Nei, ég er bara í viðræðum við Sigurð Inga og ég hef alveg nóg með það að vera að hugsa þetta þing til enda og binda um þessi mál og Erðu, það er bara þannig.